Góðan daginn, ég Fannar Freyr og Freyr kollegi minn mun taka seinni helminginn af þessum fyrirlestri og koma hérna upp á eftir. Umfjöllunarefni okkar í dag ein af fjölmörgum tækninýjungum sem komið hafa fram á undanförnum árum á sviði fjármála sem felst í sjálfvirkri fjárfestingaráðgjöf eða það sem við köllum svokallaða robo-ráðgjafa, robo-advisors á ensku. Bakgrunnur okkar beggja lögfræði eins og kom fram. Við erum báðir lögmenn og erum einkar áhugasamir báðir tveir fjármálamarkaði og tækninýjungar. Það gefur því að skilja að við munum nálgast þetta efni lögfræðilega og ef það eitthvað svið þar sem að lögfræðin og tæknin sameinast og þurfa að eiga samtal þá það í fjártækninni. Ástæðan þar að baki einkum sú að regluverk fjármálamarkaða gífurlega umfangsmikið og flókið og sumir myndu segja allt og flókið og án þess að við kannski höfum rannsakað það sérstaklega þá ekki fjarri lagi að halda því fram að þetta sé það svið sem hvað umfangsmestar og flóknastar reglur gilda. Og eflaust má gagnrýna umfangið og flækjustigið en góðar og gildar ástæður eru fyrir því. Það liggja baki sjónarmiðum að vernda neytendur á fjármálamarkaði, enda geta fjármálaafurðir verið flóknar og illskiljanlegar og tryggja að markaðir starfi á sem skilvirkastan og gagnsæjan hátt. Að sama skapi, eins og kom fram í fyrirlesturinn hér á undan, eru mörg tækifæri fyrir tækninýjungar til að umbylta fjármálakerfinu, eins og sést bara hér á fyrirlesturinn einmitt hér á undan og þeim sem koma hér á eftir og það margt í deiglunni, til dæmis borgarkeðjurnar. Og eins og við sjáum það það hlutverk lögfræðinnar að styðja við þá þróun og styðja tækninýjungar sem að bæta fjármálamarkaði en að sama skapi tryggja að grundvöllur regluverksins haldi sér, það þessum markmiðum að vernda neytendur og hafa skilvirka og gagnsæja fjármálamarkaði sé ekki ógnað. Róbóráðgjafarnir eru okkar mati dálítið heppilegt umfangsefni til að setja upp í þessu ljósi, þar sem að tæknin í sjálfu sér ekkert splunkun í og það komin ágætis reynsla á hana erlendis þó að okkur sé ekki kunnugt að hún sé í notkun hér á landi allavega hvað varðar í fjárfestingaráðgjöf og hún því ágætt dæmi hvernig á nálgast fjártækni og hvað þarf að hafa í huga í sambandi við lögfræðina og regluverkið. Ef við byrjum kannski bara aðeins á því að skilgreina hvað það sem að við erum að tala hér í dag, hvað sjálfvirkni í fjárfestingaráðgjöf, þá erum við að tala verkfæri, einhvers konar tól sem að beinist út á við að viðskiptavinunum. Þetta ekki forrit sem að ráðgjafandi nota sjálfir bara án þess að sýna viðskiptavinunum það. Viðskiptavinurinn notar verkfærið með nánast engri eða nánast engri mannlegri aðstoð og forritið notast við algrím eða aðra tölvutækni til þess að nýta upplýsingar sem eru dregnar frá viðskiptavinunum, til dæmis með spurningalistum, til að framleiða einhvers konar svar. Og svo kannski þá lykilatriði hér að viðskiptavinurinn telur svarið vera ráðgjöf, vera fjárfestingaráðgjöf eða fjármálaráðgjöf. Og það má segja að hér vissulega bara eina birtingarmynd aukinnar sjálfvirkni að ræða, sem að gerast allstaðar í dag. Og sambærileg þróun á sér vitaskuld sér stað í tryggingageiranum, hún á sér stað í bankakerfinu þar sem við erum komin með rafræn greiðslumöt, sjálfvirk lán og svo framvegis. En það sem við erum að draga fram hér ráðgjöfin og regluverkið sem hana gildir. Örstutt þróunina hingað til, þá komu svona róbóráðgjafar kannski fyrst fyrir að bera á þeim árið 2008 og það árið 2010 sem að svona fyrsta fyrirtæki sem að nær einhverju almennri útbreiðslu setur sína fjárfestingaráðgjöf sín róbóráðgjafa á markað, það fyrirtæki Betterment og eins og algengt tækninýjungar að þá þetta fyrst sinn lítil startup fyrirtæki sem að smá saman vex ásmegin, stærri aðilar á markaði fá þá áhuga á tækninni og taka hana upp og það verða svolítil vatnaskil í Bandaríkjunum árið 2015 þegar að stærstu sjóðstýringa, ráðgjafa og peningastýringa fyrirtæki fóru að bjóða upp á þessa þjónustu, Charles Schwab og Vanguard. Þetta hefur ekki verið framþróun hefur ekki verið eins hröð í Evrópu og Evrópa hefur svo sem verið að taka við sér tilteknir markaðir, til dæmis Bretland
og Þýskaland, en Bandaríkin eru talsvert á undan. Við rannsókn á þessu þá fundum við að það eru tölur það að árið 2017 hefur áætlað 224 milljarðar bandaríkjadollara hafi verið undir stjórn róbóráðgjafa og gert ráð fyrir að sú tala fjórfaldist árið 2022. Það sem kannski áhugavert í þessu að markaðurinn þessi markaður aðalega að grípa litla fjárfesta, jafnvel aðila sem við myndum kannski ekki daglegu tali líta á sem fjárfesta, heldur venjulegt fólk sem að spara og fá fjárfestingaráðgjöf með þessum hætti, og hún því kannski ekki að taka endilega markaðinn eða viðskiptavinni frá þessari hefðbundnu fjárfestingaráðgjöf, þetta fremur að stækka kökuna. Nú, við lögfræðilega aðferðin í því að meta svona tækni að fara í gegnum nokkuð hefðbundið mat á kostum og göllum tækninar. Eru kostirnir það góðir að það þess virðið að halda í hana og hvernig getum við takmarkað gallana eða takmarkað áhættuna sem afstendur af fyrirbærinu til þess að hún passi vel í fjármálakerfinu. Við höfum tekið við gerum það sem sagt út frá tveimur sjónarhólum, annars vegar frá því sem snýr að notendanum eða neytandanum sjálfum og því sem snýr að fjármálastofnun eða þjónustuveitandanum sjálfum. Hér höfum við tekið saman svona það helsta sem við höfum rekist á og sem við sjáum fyrir okkur að sé helstu kostirnir og gallarnir fyrir notendurna, og það má kannski svona gróflega skipta þessu upp í tvo hluta, og þetta vissulega ekki einhlítt mat og hér munu örugglega hægt að rífast hvað eru kostir og hvað eru gallar endalaust. En það skiptir upp í tvo hluta að þessi hluti, það má segja, það sé nokkurn veginn allir sammála það að ráðgjöfin, hún almennt ódýrari heldur en hefðbundin fjárfestingaráðgjöf. Og að því leiðir að það betra aðgengi að ráðgjöfinni fyrir fleiri. Og það tilkomið aðalega út af því hún ódýrari og líka út af því að það eru ekki sömu þröskuldar til þess að fá að vera með peninga í eignastýringu yfirleitt hjá þessum róbóráðgjöfum frekar en í hefðbundin eignastýringu. Til að mynda einn banki hér á landi gerir það að skilir að þú sért að minnsta kosti með 15 milljónir í eignastýringu. Hér í róbóráðgjöfum yfirleitt slíkur þröskuldur ekki til staðar. Nú, að svona frádregnum þessum tveimur kostum að þá snýst kostu og gallamatið aðalega á því hvað gerist þegar þú tekur mannlega þáttinn út úr fjárfestingaráðgjöfinni. Það sé mannlega þáttinn þar sem að þú sest niður og tala við einhvern mannlegan ráðgjafa. Sumir halda fram og hafa tínt til rökum það að gæði ráðgjafinnar séu meiri. Það má eflaust deila það, en á það bent að það þá kostir að það eru minni líkur á árekstri ráðgjafans. Þú ert ekki lengur með ráðgjafa sem gæti verið illa fyrir kallaða þann daginn, þú ert ekki með mannlega elementið sem að getur stundum leitt til þess að ráðgjöfin ekki nægilega góð. Þá betra samræmi í ráðgjöfinni, og það sem kannski helsti kosturinn sem menn benda á og tala hefur fyrir að í eignastýringunni sjálfri, þegar að róbóráðgjafarnir sjá líka eignastýringuna, þá eru þeir betur til þess fallin að bregðast fyrir markaðsaðstæðum, geta til dæmis sett jafnvægi aftur á eignasafni ef það riðlast með betri og skilvirkari hætti heldur en mannlegur aðili sem stýrir eignasafninu. Og svo annað í þessu, það auðveldara að nálgast skrána yfir ráðgjöfina, það liggur alltaf fyrir hvaða ráðgjöf gefin og á hvaða grundvelli. Nú, það samt að taka mannlega þáttinn út býr líka til áhættur, og það kannski helst þá að það eykur líkurnar á því að ráðgjöfin verði misskilin. Núna ertu ekki lengur að tala við mannesku sem veitir þér ráðgjöfina, og manneskjan getur kannski með mannlegu innsæi séð ef þú ert eitthvað að misskilja það sem fram hefur komið. Hjá róbóráðgjafanum lestu þetta bara af skjá. Og svo kannski að svona stærsta vandamálinu, og Freyr mun koma nánar inn á það hér á eftir, að það kann að vera að neytandinn eða notandinn veitir ráðgjafanum rangar upplýsingar eða upplýsingar sem eru ekki fyllilega réttar eða villandi, og þá oft fyrir slysni, bara fyrir neytandinn til dæmis misskilur spurningarnar sem fyrir hann eru lagðar. Eitt gott dæmi væri neytandinn eða notandinn spurður hverjar eru tekjur þínar á ársgrundvelli,
Ráðgjafinn að leita eftir tekjum fyrir skatt en neytandinn svarar með tekjum eftir skatt og það getur bjagað ráðgjöfina og þarna mannlegi aðilinn ekki til staðar til þess að grípa inn í og átta sig á því að neytandinn að misskilja. Svo vitaskuld það líka að ráðgjöfin þó þú takir mannlega þáttinn út úr þessu á svona þessu í grunninn þá getur ráðgjöfin enga síður ennþá verið hlutdræg. Það bara einfaldlega hægt að forrita hlutdrægnina inn í róbóráðgjafann að hann mæli frekar með sjóðum sem eru hjá tilteknum eignastýringarfyrirtækjum og svo framvegis. Og það líka að ráðgjöfin sé almenn getur verið vandamál að það sé erfitt að taka tillit til einstakra og sérstakra þátta í hvers skipti. Það til dæmis að vera algengara að fjárfestar hafi að fjárfestar sem að nota sér róbóráðgjöf hafi einhverjar sérstakar pólitískar skoðanir sem að leiðir til þess að þeir vilja ekki fjárfesta í tilteknum fyrirtækjum eða afurðum og svo framvegis. Og það náttúrulega erfiðara þegar hún almennari og sama skapi leiðir að hefur verið bent á það að það svo áhættu til staðar að ef að ráðgjöfin almenn, ef að ráðgjöfin þannig að sem flestir fara í að kaupa sambærilegar afurðir á markaði þá getur verið hætta á hjarðhegðun á markaði þegar síðan eitthvað kemur upp á og algoritmarnir sitja alla út úr afurðinni og ýtir undir verðflökt. Þannig að það áhætta. Hinum megin á peningnum fyrir þjónustuveitendurnar náttúrulega einhvers konar, má segja, spegilmynd þessara kosta og galla fyrir notendurnar. Það vissulega ódýrara að veita þjónustuna fyrir þjónustuveitendurnar. Þeir ná til breiðari hóps viðskiptavina. Það vissulega ódýrara kannski líka á skala má taka fram. Það spurning hvað þú með litla eignastýringadeild. Auðveldara að veita samræmda og góða þjónustu og það auðveldara að fylgjast með starfsmanninum og leiðrétta mistök sem hann gerir. Það til skráður allar ákvarðanir sem hann tekur, ákvarðanir byggjast alltaf á fyrirfram ákveðnum forsendum og það auðveldara að bæta hegðun ráðgjafans þannig að það hafi áhrif strax út á við í ráðgjöfinni. Aftur erum við að tala um það hvað gerist þegar við tökum mannlega þáttinn út úr þessu. Að sama skapi má segja að áhætturnar séu einkum sú að ef að ráðgjöfin röng, ef að forritið einhverja hluta vegna veitir ranga ráðgjöf að byggja á röngum forsendum þá dreifist svo ráðgjöf mun hraðar út til viðskiptavina en áður. Það má segja að mannlegur ráðgjafi geti verið nokkurs konar öryggisvendill á rangri ráðgjöf að ofan af því að hann kannski hefur vöflur á því að veita ráðgjöf sem hann telur verið ranga. Og svo í þessu ákveðnar svona rekstralegar áhættur sem að hefur verið bent á fyrir fjármálafyrirtæki að sérstaklega ef að þróunin í höndum fjártækni fyrirtækis að þá þarf að skipta ábyrgðin á milli þeirra með samningum, þá þarf að fylgjast með verktakanum og þetta eitthvað sem að kannski eitthvað tiltölulega nýtt fyrir fjármálastofnunum og fjármálafyrirtækjum. Hafandi farið yfir svona þessa helstu, farið gegnum þetta helstu áhættu og galla mat að þá kannski rétt að snúa sér að því hvernig löggjafinn eða reglu eftirlitsaðilar sjá fyrir sér að takmarka áhætturnar með reglusetningu eða beitingu reglna sem þegar til staðar en að samaskapi reyna að halda kostunum við og ég ætla að Freyr að fara yfir það hvaða reglur munu gilda í þessu í framtíðinni. Komið sæl. Takk. Fannar Freyr. Ég heiti sem sagt bara Freyr. Þetta brandari. Við erum sem sagt lögfræðingar og við erum mikið að hugsa reglur eðli máls samkvæmt. Og hann Kristján hjá ráðuneytisráði var að tala hérna á, hann var að tala um að hann var með þungt efni. Bíðið bara. Ég segi þarna hvaða reglur munu eiginlega gilda sjálfvirka fjárfestingarráðgjöf. Ástæðan fyrir því sú að það eru mikla breytingar á þessu sviði væntanlegar á næstu árum eða næstu áramóti réttara sagt með innleiðingu á MiFID II regluverkinu. Það sem stefnt að innleiða næstu áramót og í þessari umfjöllun mun ég þá frekar horfa til þess, frekar heldur til núgildandi reglna sem verða brott úreltar. Þetta gríðarlega umfangsmikið regluverk, þannig að ég ætla svona rétt bara að
snerta á þessum allra helstu atriðum sem að snúa að róparáðgjafum hérna í dag. Ef við ætlum að fara einhver smá atrið þá værum við líklega hérna í einhverja klukkutíma og ég efast að nokkur maður vilji hlusta á mig tala MiFID II í einhverja klukkutíma. Eitt markmið regluverksins er að virkja minni fjárfesta eins og Fannar talaði að stækka kökuna á fleirum á borðinu en á sama tíma samt að auka vernd fjárfestana. Ef það er rétt sem að Fannar segir að róparáðgjafar munu auka aðgengi að fjármálamörkuðum þá má segja að þeir samræmist ágætlega þessu markmiði. Það er að segja að þeir grafa ekki mikið undan fjárfestavernd. En það sem að róparáðgjafar hafa enn frekar takmarkaða markaðshlutdeild þá ætti að fylgja þeim svona frekar takmarka áhætta og alltaf ætti þetta kannski að leiða til þess að við ættum að varast að setja þeim óþröngar skorður allavega í bili. Varðandi MiFID II, það er kannski mikilvægt að hafa í huga að það gilda að grunni til sömu reglur róparáðgjafa og mannlega ráðgjafa. Það eitt að þessi notast við einhvers konar tölvuforrit ætti ekki að leiða til þess að félagi beri einhvers konar minni ábyrgð. Og varðandi þessi atriði þarna uppi, það er í fyrsta lagi kannski það þarf að fá leyfi frá fjármálaeftirlitinu og til þess að fá slíkt leyfi þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Síðan þarf að koma á fót skipulagskröfum. Það er að segja að það þarf að setja á fót eitthvað svona innra regluverk sem styður það að sé verið að fylgja þeim reglum sem félagi gilda, hvort sem það samkvæmt MiFID eða öðrum reglum. Upplýsingaskyldur, hagsmunaárekstrar, hlaupið við það sem ég ætla að leggja mesta áherslu á hérna í dag og kannski snertir mest á róparáðgjafanum er þetta mat og hæfi og tilhlýðileika. Þetta er það sem kallar appropriateness og suitability á ensku eða know your customer, KYC, svo framvegis. Og þá kannski aðalega var þetta hæfi en það snerti það frekar á þeirri þjónustu sem við erum að tala hérna í dag. En svo Fannar nefndi þá er þetta almennt gert í formi spurningalista. Það er að segja sem er lagður fyrir viðskiptavin og hann veitir þessar spurningar sjálfur. Þessar upplýsingar sem ætlast til þess að ráðgjafi safni eru einkum fjárhagslegs eðlis. Það er í fyrsta lagi reynsla hans á þessu sviði. Í öðru lagi þarf að safna alls konar upplýsingum fjárhagsstöðu og hvort það megi við að tapa þessari fjárfestingu. Tekjur, skuldir og svo framvegis. Og í þriðja lagi þarf upplýsingar fjárfestingarmarkmið viðskiptavinar, hversu lengi hann ætlar að halda fjárfestingunni og í þessu sambandi þá leggur MiFID II áherslu á og hefur meiri heldur en áður hefur verið að meta áhættusækni viðskiptavinar, það er að segja það sem er kallað risk profile hans og ráðgjöfum verður að taka mið af öllum þessum þáttum. Ég vil líka kannski nefnilega sérstaklega að það sé ekki nóg að safna bara upplýsingunum. Heldur þarf að tryggja eftir fremsta megni að þessu áreiðanlegar og regluverkið setur fram ákveðnar svona sjónarmið það sem við víkja betur að hérna eftir. ESMA sem er yfirþjóðleg stofnun í Evrópu sem hefur eftirlit með fjármálamörkuðum í Evrópu hefur skilgreint róparáðgjöf með þessum hætti og hún veitur okkur svona ágæta innsýn í það hvernig regluverkið túlkar þetta hugtak og þetta rímar nokkuð vel við það sem að Fannar var með hérna uppi áðan. Við erum með, þetta nær bæði til fjárfestingarráðgjafar og eignastýringar, öllu leyti eða hluta. Bæði þau eru með alsjálfvirkt og hálfsjálfvirkt, það er að segja að þeir eru svona mannlega aðkoma kemur að líka. En síðan er skilyrðið að það sé client facing, það er að segja tæki eins og Fannar minnst á tæki sem að ráðgjafar nota sjálfur innan hús og hjálpa sér síðan til að veita ráðgjöfina að það myndi ekki falla þarna undir. Og ég ætla að segja að færa mig aðeins betur yfir í það sem að kannski sérstök sjónarmið sem að gilda umfram þessar almennu reglur. Og í fyrsta lagi ætla ég að tala þessar leiðbeiningar sem að ESMA hefur sett fram hæfi. Það er sem sagt meðal annars sérstaklega tekið mið af tækninýjungum, þar með talið róparáðgjöfum sem er mjög áhugavert og það er líka tekið tillit til þessara kenninga atferlisfjármála eða behavioral finance, eins og það kallað. Fannar talaði áðan þessa kost og galla sem fylgjaði að taka út mannlega þáttinn í slíkri þjónustu. Leiðbeiningar taka mið af því og reyna að draga úr göllunum aðeins að eyðileggja kostina. Ég nefndi áðan að það sé ekki bara nóg að safna upplýsingum viðskiptavin, heldur það líka stíga ákveðin skref til þess að kanna áreiðanleika þeirra og í þessu felst meðal annars að í fyrsta lagi þá að viðskiptavinir sem meðvitaðir mikilvægi þess að veita réttar upplýsingar. Í öðru lagi verður að tryggja samræmi í þeim upplýsingum sem að viðskiptavinur veitir.
Þetta væri til dæmis hægt að gera með því að leggja 2 spurningar á nokkurn veginn og sama efnið og ef að koma öðruvísi mismunandi svör þá var annað hvort hægt að upplýsa viðskiptavinum það, gera honum viðvart, hann getur þá laga úr því eða þá hringir ákveðnum viðvörunarbjöllum hjá ráðgjafanum sjálfum, róparáðgjafanum er að segja. Í þriðja lagi spurningar sem eru lagðar fyrir viðskiptavinu verða að vera vel skiljanlegar og eins og Fannar nefndi á hann þá er þetta gríðarlega mikilvægt í tengslu við róparáðgjafana. Sko þegar ég var að undirbúa þennan fyrirlestur þá var ég að prófa að svara spurningalistum hjá svona einum ýmsu róparáðgjöfum og í einum þeirra sem að segist vera leiðandi á þessu sviði í Evrópu, þar fékk ég spurninguna myndir þú kaupa aftur bílategund sem að þú slæma reynslu af? Og ég hugsa bara, hvað þýðir þetta eiginlega? Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir það sem ég er að gera hér og hvaða þýðingu mun þetta hafa á niðurstöðuna? Og ég var svona meðvitaður að ég vildi reyna að ná svona áhættusæknis niðurstöðu fyrir mig sko. Þannig ég var svona að reyna að hugsa, ok, hvað ætti ég að segja? Ætti ég að segja já eða nei og eitthvað svona, einhverjar pælingar. En þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt. Í þessu tilfelli, það er að segja þessa upplýsingasöfnun hefur ESMA, eins og ég segi, litið til rannsóknarsviði atferlis fjármála. Og þessar rannsóknir taka til þess að við erum augljóslega ekki fullkomnar skepnur. Þetta er þvert á móti. Gerumst iðulega sek alls konar hugsanavillur og gerum ýmislegt sem að meikar illa sens og það á við í fjármálum sem annars staðar. Ef við tökum dæmi, þá sagði ég áðan að það verður að tryggja að viðskiptavinir séu meðvitaðir um mikilvægis að veita réttar upplýsingar, en einnig að viðskiptavinir skilji hvað felst í tiltekinni spurningu og hvað áhrif muni hafa á niðurstöðuna og svo framvegis. Og þá var spurningin hvernig er best að gera það. Og leiðbeiningarnar leggja áherslu á að upplýsingar til viðskiptavina séu ekki til dæmis í samfelldum löngum texta. Ástæðan fyrir því er nokkuð einföld að les þetta næstum enginn þegar það er sett fram í þessu útliti. Þetta er sem kallað information overload, það er að segja ef þú veitir ómiklar upplýsingar þá les það enginn. Það getur alveg sleppt í að veita upplýsingarnar. Upplýsingarnar þurfa að vera gefnar með skýrum og aðgengilegum hætti. Það hefur reynst betur að vera með hnitmiðar og skýrar upplýsingar. Ef við tökum dæmi á hvort ég myndi kaupa þennan bíl, þá leggur ESMA til að hafa pop-up glugga. Þess að þú fært yfir eitthvað í og þá kemur nánari útskýring á spurninguna. Og það hefði til þess verið mjög hjálplegt fyrir mig. En það var ekkert slíkt að hafa þar. Og kannski annað dæmi það hvernig atferlisvísindin geta hjálpað okkur er að flestum okkar hættu víst til þess að ofmeta getu okkar. Og þess vegna leggur ESMA áherslu á að spurningarnar varði frekar hlutlæg atriði heldur en eitthvað sem er huglegt eða matskennt. Ég tiltek þannig sérstaklega að þessi ríkari kröfur gera til algreinsviðskipta. Algreinsviðskipti, það þarf að huga því hvort að róparáðgjöfin feli í sér að það sé engin að takmörkuð mannlega aðkoma í ferlinu frá því að ráðgjöfi veitt þangað til viðskipti þessi stað. Það er að segja að það er einhver forrit sem sér ákvarðanatökuna sem snýr að baki þessum actual viðskiptum fyrir viðskiptavin. Og þá kann að vera að ræða það sem kallað algreinsviðskipti eða algorithmic trading. Þetta skiptir máli vegna þess að þá virkjast ennþá strangari skipulagskröfur. Til dæmis þarf að prófa algoritma áður en keyrir út, það þarf að vera einstaklingur sem skrifar upp á algoritmana og síðan það líka til dæmis að koma fyrir því sem ég kalla kill switch, þar að segja ef hann fer í eitthvað rugl forritið algoritmið þá þarf að vera einhvers konar mekanismi til þess að slökkva á hann. Og ástæðan fyrir þessu er svo að það hefur verið litið svo á að sem sagt í þessu felist kerfisáhætta fyrir fjármálakerfi í heild sinni og það er annað þáttur sem að MiFID II leggur sérstaklega áherslu á. Reynsla á erlendum fjármálamörkuðum hafa gefið til kynna að svona róg algoritmar eða villu algoritmar geta valdið þó nokkrum usla. Til dæmis er talið að einn slíkur hafi valdið því sem kallað flash crash í Bandaríkjunum árið 2010, skyndirhunni, en það er þó deilt
það. Og ég nefni líka sjálfstæða fjárfestingarráðgjöf, svona aðeins að hlaupa við það felst basically bara í því að þú ert með almenna fjárfestingarráðgjöf, þar að segja sem er bara almenna reglur gildum og svo framvegis, og síðan ertu með þessa sjálfstæðu fjárfestingarráðgjafa sem er nýmæli í þessum reglum, sem að sitja svona eiginlega skör ofar í tengslu við sko hagsmunaárekstara og svo framvegis. Og maður þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að geta talið sig vera eða kynnt sig sem sjálfstæðan fjárfestingarráðgjafa. Og að lokum á þessari glæru nefni ég Sustainable Finance sem og þessa ESG-faktora. Í stuttu máli hafa þess að vera lagðar fram mjög áhugaverðar tillögur, breytingartillögur á MiFID II regluverkinu sem að miða því að innleiða það sem kallað sjálfbærni í okkar svona nútíma fjármálakerfi. Og einn liður í þessari stefnu, og það eru komnar fram breytingartillögur á MiFID þetta, er að við hæfismati sem ég var að tala áðan, eigi þjónustuveitendur að taka tillit til annarra þátta heldur fjárhagslega þátta. Heldur líka þessara þátta, það er að segja umhverfissjónarmið, samfélagssjónarmið og hvort að viðkomandi félag sé með að stunda góða viðskiptahætti. Þetta er áhugaverð þróun og kannski góður inngangur í það sem þetta næsta regluverk sem ég ætla að fjalla eða víkja mjög stuttlega að því að tíminn er að vera búinn. Það er regluverk sem maður getur eiginlega ekki haldið neina tölu lögfræði í dag á þess að koma inn á þetta regluverk. Þetta er að sjálfsögðu GDPR sem hafa verið innleidd með þessum lögum 90/2008 og það leiðir að því að eins og ég hef rakið að þjónustuveitandi er að safna alls konar upplýsingum og hann verður að gera það samkvæmt MiFID. Og þegar hann er að vinna og safna þessum upplýsingum þá gilda þessar reglur persónuvernd þá vinnslu. Varðandi persónusnið, sko, þegar róbótráðgjafinn er að safna öllum þessum upplýsingum þig, þá er hann að búa til ákveðin prófíl, eða það sem er kallað persónusnið. Á grundvelli þessa persónusniðs sem algoritminn býr til, þá mun hann veita ákveðna þjónustu. Og ef í þjónustunni felst það muni taka ákvörðun, þá kann að felast í því það sem er kallað sjálfvirk ákvörðunartaka. Þetta er eitthvað sem það þarf að skoða og meta hverju sinni. Það skiptir þá aðalega máli hvort að forritið sé að taka ákvörðun fyrir viðskiptavina, hvort að þessi ákvörðun muni hafa réttar áhrif fyrir hann eða öðru liti veruleg áhrif á hans hagsmuni. Til dæmis mætti ímynda sér að ef algoritminn sér alfarið eignastýringu fyrir viðskiptavina grundvelli persónusniðs, þar sem hann er að kaupa og selja sjálfur, þá kynni það að teljast vera sjálfvirk ákvörðunartaka. Þetta skiptir máli vegna þess að meginreglan er svo að sjálfvirk ákvörðunartaka er bönnuð nema í ákveðnum tilvikum. Þar með talið ef samþykki viðskiptavinir liggur fyrir og þannig þyrfti almennt samþykki viðskiptavinar að liggja fyrir ef þjónustan felur í sér slíka sjálfvirka ákvörðun. Og þá hvílir umfangsmikil upplýsingaskylda á þjónustuveitanda sem maður þarf að huga að. Viðskiptavinur þyrfti líka alltaf að hafa tækifæri til þess að fá ákvörðun að endurskoða mannlegur ráðgjafa. Það fyrir í sér ákveðin kostnað og svo framvegis. Nú erum við svona búin að fara yfir svona mestu það sem við ætlum að tala í dag og bara leggja sérstaklega áherslu á að það skiptir máli hvernig spurningarnir séu orðaðar, svo mín reynsla kannski sýnir. Ekki bara þannig að ráðgjöfin sé góð, heldur líka vegna þess að sagt MiFID regluverkinu er ekki hægt að velta og getur ekki velt ábyrgðinni yfir á viðskiptavini bara með að leggja fyrir hann spurningalista. Tala um regluverkið, þá er hugsunin svo, hvað ætlar að gera, hvaða reglur gilda og þar geta svona leiðilegu gaurar eins og ég og Fannar komið inn í og hjálpað. Og þetta áhættur, sko, við nefndum í lýsingu fyrirlesturins hvort róbótráðgjafar getur verið uppskriftin næsta hruni. Það var bara aðalega til þess að fá fólk til þess að mæta. En það hlýtur að teljast greiðlega ólíklegt í ljósi smæðar þessa eins og staðan í dag. En eins og Fannar nefndi þá getur þetta ýtt undir hjarðhegðun og ef þau vera mjög stórir og ná yfirhöndinni þá kannski getur það átt við veldur kannski þar næsta hruni. En þá ætlum ég bara að þakka kærlega fyrir okkur. Takk fyrir.